704, 705, 706. Herðu, ég kom inn hérna í Sólarsport í Ólafsvík, Snæfellsbæ. Það eru hjónin Sigurður og Marsibil sem að reka þessa stöð og hún er ekki ný á nálinni. Hún er 23 ára. Þegar hún var stofnuð þá þótti ekki sjálfsagt að það væru líkamsræktarstöðvar og hvað þá í litlu sjávarplássi út á landi. Tökum að Sigurður tali. Siggi, ég er að koma að kíkja á því hérna í Sólarsport í Ólafsvík. Líkamsræktarstöð og það sem er merkilegt við hana er að hún er ekki alveg ný á nálinni. Hún er bara orðin hundgömul, eða ekki? Jú. Hvenær er hún stofnuð? Hún er stofnuð 1998. Hún er sennilega með þeim elstu líkamsræktarstöðum hérna á landinu. Já. Og það var nú einn svona góður bankamaður, vinur maður, sem sagði við mig að hún væri kannski elst miðað við kennitölu. Á kennitölunni. Já, þið eru á sömu kennitölu bara. Já, við erum sömu kennitölu. Þú opnar það ásamt systriðinni og foreldrum. Já. En ef ég maður rétt, þið komið ekkert endilega úr, sko, jú, kannski eitthvað fótbolta eins og eitthvað svona en þið eruð ekkert eitthvað svona líkamsræktar fjölskylda þarna á þessum tíma eða eitthvað? Já, þetta er eiginlega þannig að sagan byrjar eiginlega þannig að mamma byrjar með ljósastofu fyrir mörgum árum síðan, var með hana í einhvern 14 ár og meðan hún var á þessum 14 árum, svona hún var búin að vera kannski 7-8 ár, þá var hún alltaf að tala mér langar að opna líkamsræktarstöð. Sem náttúrulega þekktist alls ekki út á landi nema þá kannski svona einhver jakabæli sem voru allstaðar. Já, einhverjum svona lyftingarstöð Já, engin svona líkamsræktarstöð. Og þannig fór boltinn að rúlla. Svo svona þegar hún taldi að ég hefði sett fléttuna upp þannig að hún vildi fara út í þetta og fór út í þetta og fékk mig og Stínu systir með og ég var bara sendur á námskeið, bara typo, bodypump og aerobic og spinning og bara þú ferð að kenna og ég vissi rauninni ekki hvað ég var að fóra út í fyrir ég fattaði bara að ég var byrjaður að kenna og bara komin í stöðuna. Allt í einu orðinn eigandi líkamsræktarstöðvar og þjálfari. Já, á þess að bara hafa fattað það. Manstu eftir eitthvað umræðinni á þessum tíma? Þú veist, þegar þú varst eitthvað út í bæ og eitthvað svona, var fólk alveg, ertu að fara að opna líkamsræktarstöð? Hvað sér, ertu að einhverju aerobic námskeið eða eitthvað svona? Já, þetta var einmitt talið algjörlega galið sko og hvað þá, veist, þá að vera að tala þetta er erfitt í Reykjavík en að gera þetta út á landi er bara út úr hött sko og en ég held þetta sé svolítið mamma og náttúrulega líka pabbi en allavega mamma er svolítið svona drifkraftur, hún bara keyrir á hlutin og Sko, úr hvaða umhverfi ert þú að koma þarna þegar hún er að tala opna þetta og svona, þú veist, hvar varst þú með hausinn á þér? Hvað ætlaði þú að verða þá? Hörðu, Bara manst það ekki? Já, ég man ekki, ég var bara að spila fótbolta og ég var, ég man ekki hvort ég var nýkominn frá Hornafirði eða eitthvað svoleiðis, var á verti þar, var að spila eitthvað þar sumarið, kom heim og þá er bara mamma með allt þetta í höfðunni, minnir að þetta hefði verið eitthvað svoleiðis og hún sagði bara ég ætla að gera þetta og þú gerir þetta og ég vissi að það var búið að skrá mig í alls konar námskeið svo ég sagði. Það satt sko fyrsta tíman var að kenna hvað ég búin að koma mér út í sko. Talandi að vera á tánum, þú varst með svolítið skemmtilega nálgun á markasetningu í sumar. Jú. Er það ekki? Þá tókstu bara þig í gegn. Já. Var það svona eftir COVID eitthvað? Já, það var nefnilega einmitt, það var svolítið svona eftir COVID. Þá var þetta þannig að það mátti eiginlega engin mánuður klikka. Það hefur alltaf verið hjá okkur að sumari klikkar og þetta er ekki jafnvel bara í mínus eða sléttu og sumrin. En svona eftir COVID þá var þetta að vera þannig að þetta varða að örðu allir mánuðir að tikka og ég hugsaði hvað á ég að gera í sumar til þess að láta þetta tikka og ég var komin í svolítið óöfni sjálfur, var orðinn latur eftir þetta COVID, bara opna að fitna og svona þannig ég tók sjálfa mig í átak og það var svona flétta, svona skákflétta til þess að fá athygli og auglýsti það, ég er með vigtun einu sinni í viku, ég bauð það að allir mættu koma að æfa með mér og ég myndi bara gera það sama og ég geti sýnt öllum og ég ætlaði bara að æfa einu sinni dag og mæta klukkan 7 á morgnana og taka æfingu. Það varð alveg ótrúleg auglýsing og miklu betri ég bjóst við
og það var áhorfið var að fara upp í sólarhring kannski á einum þætti var að fara yfir 2000 áhorf. Þetta fór langt út fyrir það sem ég ætlaði mér og fullt af fólki sem var komið að æfa með mér og víst að þetta fekk svona mikið áhorf. Þá tók ég svolítið samfélagslega skyldu með og svo tókst kannski eftir því, þá fór ég mikið út og fór og kynnti svolítið svæðið og sýndi hvað það var að gera. Ég tók mér þess að bílrúnd hérna og var að sýna, hérna verið að framkvæma, hérna verið að byggja hús og ég tók alls konar svona af því að ég vildi líka, veist, að það voru svo margir að horfa á þetta, þá voru ég að hugsa, hörru, nú ætla ég að auglýsa bæinn líka, veist, það eru svona margir að horfa. Og var þvílíkt kommentað á þetta og fullt af fólki að spurja og annað. Og þá svona reyndi ég að tala brennslu og uppbyggingu og allt það, reyndi að taka það með. Og það var til þess að þetta var eiginlega besta sumarið okkar.